Komið sæl og verið velkomin í 4. þátt af 8 af Ævari vísindamanni. Ég heiti Ævar. Leið og þessi þáttur búinn, þá erum við hálfnuð. En við skulum ekki hugsa það. Við skulum hugsa eitthvað skemmtilegt eins og hvað verður í þættinum. Við ætlum að skoða jörðina. Sprengjugengið býr til eldgos, við bökum rúgbrauð í hver, við kíkjum á risaeðlur og ég ætla að prófa íslenskan kappakstursbíl. Allt þetta og miklu meira til. Við byrjum núna. Tilraun dagsins mjög einföld. Við ætlum að búa til segul. Það eina sem við þurfum til þess tóm gosdós, blaðra og ullarpeysa. Ég þarf ekki að skella mér í ullarpeysu því ég í svona fínu ullarvesti, en hafið einhvern tímann lent í því að vera komin í ullarpeysu og vera ekki alveg viss hvort þið séuð í henni öfugur eða ekki. Tölum það seinna. Það sem við gerum núna, það að blása upp þessa blöðru hérna og binda fyrir. Við ætlum að blása upp þessa blöðru hérna og binda svo fyrir. Glæsilegt. Því næst nuddu við blöðrunni rólega við peysuna. Örlítið hraði líka. Nú tökum við dósina og leggjum hana á borðið. Hvers vegna gerðist þetta? Þegar blöðrunni nuddað við peysuna myndast það sem við köllum stöðurafmagn. Rafeindir safnast upp á blöðruna sem hafa áhrif á það hvernig áldósin bregst við henni. Ég kalla þessa tilraun gosdósarsegul, en í raun þá þetta ekki segull. Það mætti frekar segja að hér sé rafkrafta að ræða. Þú getur prófað samanburðartilraun, sleppt peysunni og nudda blöðrunni við hárið á þér. Virkar það? Við erum stödd í Hveragerði. Hér mikill jarðhiti og að notað til þess að hita húsin á svæðinu og baka brauð. Þetta hér Ólafur Ingi Reynisson, matreiðslumeistari hjá Kjöt og Kunst í Hveragerði. Og þetta sem hann heldur á þarna, þetta rúgbrauðsdeig. Græjan sem hann leggur brauðið í sérlegur jarðhitaofn sem Ólafur bjó sjálfur til. En það hefur tekið hann 20 ár að ná tökum á þessari mögnuðu tækni. Sérlegar pípulagnir sem Ólafur bjó til nýta jarðhitan á svæðinu til þess að baka brauðið. Eins og Ólafur sjálfur orðaði það, hann þurfti að beintengjast við hið neðra. Gufan í ofninum 170 gráður á Celsius, en Ólafur bakar ekki bara rúgbrauð. Hér hefur hann bakað brúnkökur, svampbotna og eins og það var ekki nóg, þá eldar hann stundum kjúkling, fisk og lambakjöt, allt með orkunni úr jörðinni. Ólafur eini matreiðslumeistarinn í heiminum sem nýtir sér þessa mögnuðu eldunaраðferð. Það tekur 24 tíma að baka rúgbrauð. Ég var svo heppinn að glænýr skammtur af brauði var einmitt tilbúinn þegar ég mætti á svæðið. Nú bara að ná sér í smá smjör og fá sér svo í svangi. Verði mér að góðu. Við þökkum fyrir frábærar móttökur. Takk fyrir okkur. Hér erum við með rosalega flott efni sem heitir ammoniumdíkrómat. Af því það króm í því. Þegar við kveikjum í þessu efni, þá hverfur þetta efni alveg og það myndast 3 ný efni í staðinn. 2 gös og 1 fast efni sem grænt á litinn. Sýnist að vera komið í gang. Já. Við fundum þetta rosalega flotta íslenska hraun úti
og við erum í rauninni að búa til eldgos. Sjáum við hvað þetta fer upp í loftið, en það út af því að við erum að mynda 2 gös og það er vatn og köfnunarefni. En græna efni sem myndast, það heitir krómoxíð. En nú sjáum við að appelsínugula efni sem vorum með áðan, það er eiginlega bara alveg horfið. Og í staðinn erum við komið með þetta græna efni. Við skulum tala smá jörðina. Jörðina sem við öll, fyrir utan geimverurnar sem eru að horfa á þetta í gegnum gervitungl, búum á. Í fyrsta lagi, jörðin er hnöttótt. Já, svona nokkurn veginn. Séð utan úr geimnum er jörðin fallegur, bláleitur hnöttur. Og í mörg ár héldu allir að jörðin væri flöt, eins og pönnukaka, og maður geti siglt fram að brúninni í gin hræðilegra ófreskja. En það er samt ekki rétt. Það væri fáralega svalt og myndi örugglega vera kveikjan að raunveruleika þættinum á ystu nöf, en nei, það er ekki rétt. Hún er hnöttótt. Vandræðilega fáum skrímslum. Jörðin myndaðist fyrir 4,5 milljarði ára. Við vitum ekki nákvæmlega hvaða dag, kannski aðalega vegna þess að í þá daga var ekkert tímatal, en ár hvert, 20. og 2. apríl, er haldið upp á jarðardaginn, sérstakan umhverfisdag, og því finnst mér við hæfi að halda upp á afmælið hennar þá. Jörðin gengur á braut sólina og ferðast á 107.000 km hraða á klukkustund. Hún snýst einn hring sjálfa sig á bil 24 klukkustundum og þess vegna er einn sólarhringur 24 tímar. En bíðum aðeins við. Ferðast jörðin á 107.000 km hraða á klukkustund? Það er rosalegur hraði. Ég meina, getur þið trúið því að það sem þið sitjið heima í stofu að þið séð á 107.000 km hraða, nákvæmlega núna? Samt sem áður finnum við ekkert fyrir því. Af hverju ætli það sé? Við finnum ekki fyrir því þegar jörðin hreyfist vegna þess að allt annað í kringum okkur er líka á fullri ferð. Það má líka þessu við tilfinninguna þegar maður situr í bíl eða flýgur í flugvél. Þú finnur varla fyrir neinu, svo lengi sem allt er eins og það á að vera. Í eldgamla daga þá horfðu menn upp í himininn og sáu að stjörnurnar, sólin og tunglið virtust öll hreyfast í kringum jörðina. Og vegna þess að enginn fann jörðina hreyfast, komist þeir að þeirri niðurstöðu að jörðin væri miðja alls og allt hreyfðist í kringum hana, að maðurinn væri nafli alheimsins. Þetta er hugsunarháttur sem einkennir okkur mannkyni mjög reglulega. Í dag vitum við hins vegar betur. Jörðin okkar er bara pínulítill partur af alheimi sem er svo stór að við getum ekki einu sinni ímyndað okkur hann. Tunglið gengur vissulega á sporbaug í kringum jörðu, en við snúumst í kringum sólina. Í hverjum þætti þá veljum við einn vísindamann og við segjum ykkur frá honum eða henni. Sumir vísindamannanna sem við kíkjum á eru úr bókmenntasögunni á meðan aðrir voru til í alvörunni. Vísindamaður dagsins heitir Mari Anning og hún var svo sannarlega til í alvörunni. Það eru sjálfsagt margir sem furða sig á því að þessi unga stelpa sé vísindamaður, en ég get sagt ykkur það hér og nú að þessi 12 ára gamla breska stelpa er einn mesti steingervingafræðingur fyrr og síðar. Steingervingafræðingar vinna við það að finna gamlar minjar og steingervinga sem þeir rannsaka svo afar vandlega. Þannig getum við lært meira fortíðina. Mari Anning fæddist árið 1799 fyrir meira en 200 árum. Mari var alin upp við það að leita að steingervingum. Þegar hún var 12 ára gömul sáu hún og bróðir hennar eitthvað furðulegt í sandinum. Mari tók hamarinn sinn og afar varlega fjarlægði grjótið í kringum þennan furðulega hlut. Þetta var hauskúpa. Í fyrstu héldu þau að hauskúpan væri af krókódíl, en við nánari athugun kom hins vegar í ljós að þetta voru mun eldri bein, risaeðlubein, af fiskeðlu. Pabbi Mari var smiður og fjölskyldan var afskaplega fátæk. Mamma og pabbi Mari eignuðust 9 börn,
en aðeins 2 þeirra lifðu, Marie og bróðir hennar, Jósef. Pabbi hennar safnaði steingervingum og seldi ferðamönnum til að drýja tekjurnar. Steingervingana fann hann í fjörunni og klettunum í kringum heimilið þeirra. Þannig kviknaði áhugi hennar á fornum minjum. Beinin sem Marie fann voru af fiskeðlu. Fiskeðlur voru stór sjávardýr, 15 metrar að lengd og hámuðu í sig aðra minni fiska. Fyrir 200 milljónum ára var staðurinn þar sem Marie bjó á kafi í sjó og sjórinn á þeim tíma var stútfullur af stórskrýtnum dýrum, risaeðlum. Steingervingar eru steinrunnar leifar eða för dýra eða plantna sem varðveittar eru í jarðlögum. Þetta eru vísbendingar hvernig lífið var á jörðinni fyrir langa löngu. Systkini héldu áfram að leita og á nokkrum mánuðum funduðu alla beinagrind fiskeðlunnar. Seinna á ævinni átti Marie Anning eftir að finna heilan helling af steingerðum risaeðlum, meðal annars flugeðlu og svaneðlu. Á þessum árum þótti það mikil nýlunda að kona skyldi vera að grufla í vísindum, en Marie var svo klár að vísindasamfélagi gat ekki litið framhjá uppgötvunum hennar. Rannsóknir Marie og steingervingum áttu sinn þátt í því að móta hugmyndir vísindamanna þess tíma hvernig lífið var á jörðinni fyrir mörgum milljónum ára. Það tók fólk töluverðan tíma að gera sér grein fyrir því að steingervingar væri í raun og veru dýr sem höfðu dáið fyrir langa löngu. Þegar fólk var að finna steingervinga í fyrsta skipti var þetta furðulega grjót kallað drekatennur. Og árið 1677 þegar risaeðlubein fannst á Englandi þá voru allir sannfærðir það að þetta væri bein af risa. En í dag þá vitum við betur og það eru sífellt að koma nýir hlutir í ljós hvað væri í raun og veru að gerast í gamla daga. Þegar risaeðlur réðu ríkjum. Þættinum var að berast bréf. Ernir Ívarsson frá Ferjubakka í Borgarfirði vill fá að vita hvort og hvernig hægt að búa til alvöru risaeðlu. Þetta góð spurning. Risaeðlur voru uppi fyrir mörgum milljónum ára. Vísindamenn telja það að það geti verið mögulegt að einrækta útdauð dýr. Vitað að það eru tilraunir í gangi með slíkt. Til dæmis telja japanskir vísindamenn að þeir geti einræktað loðfíl innan nokkurra ára. Ástæðan fyrir því að þeir vilja rækta loðfílinn sú að þeir sjá hann sem mögulega lausn á hungri í heiminum. Því það ekkert smá magn af kjöti á einum loðfíl. Svo skulum við bara vona hann sé góður á bragðið. Þar sem ekkert af erfðaefni risaeðlanna hefur varðveist útilokað að hægt sé að láta þær koma aftur í heiminn. Og jafnvel þótt að fyrir kraftaverk við hefðum erfðaefni einhverja þeirra í höndunum, þá alls ekkert víst að við gætum endurlífgað þær. En það mætti reyna. Þannig að ef einhver lúrir á erfðaefni, þá má endilega bara senda upp í RÚV Efstaleiti 150 Reykjavík. Og ef einhver var veltaði fyrir sér, því miður, það voru aldrei risaeðlur hérna á Íslandi af því að þær dóu út löngu áður en Ísland tók að myndast. En takk fyrir bréfið. Þetta var mjög góð spurning. Til íslenskur kappakstursbíll? Athugum málið. Og hvers vegna bjugguðu til hérna bíl? Þetta í rauninni inntak í keppni. Hvernig virkar keppnin? Keppnin virkar þannig að það eru lið nemenda í háskólum allan heim sem að koma saman með bíl sem þau hafa smíðað og hannað og keppa sín á milli. Svo þetta hluti af náminu í háskólanum. Hvernig býr maður eiginlega til bíl? Verkfræðinám rosalega gott, góður undirbúningur fyrir svona og eins og vélaverkfræði, rafmagnsverkfræði. Svo erum við hérna eins og við nema úr þessum greinum í þessum bíl og svo bara mikilvægt að setja sér rauna markmið og vera með góðar aðferðir til þess að geta tileinka sér til að byggja bílinn sko. Og þá væntanlega fyrst eitthvað teiknað, búin til einhvers konar? Já, þetta allt saman byrjar rauninni bara á skissum á blaði og svo smátt og smátt færir þið upp í betri hugmyndir. Á endanum ertu komið með haldbæra teikningar til þess að geta að lokum smíðað út úr þeim. Hvað gerir stóri rauði takkinn?
Hann stoppar allt í bílnum. Bara allt? Já, ef að þú lendir í einhverjum vandræðum, keyrir út af eða lendir í árekstri, þá viltu geta gert svona og þá ekkert rafmagn eða neitt í bílum sem getur slasað þig. Þetta mjög góð punktur líka, hann gengur fyrir rafmagni. Já. Og hvernig virkar það? Hlaðið hann bara eins og síma og tölvu? Já. Bara stingið honum í samband? Stingur í samband og Og hvað gengur hann lengi? Hvað góður að hlaða? Sko, þetta svona, við erum ekki ennþá alveg konið með þetta á hreint en við erum búin að keyra hann alveg í örugglega 1,5 tíma á þess að hlaða hann. Og hversu hratt kemst það? Núna ætti hann að komast upp í 80 það bil. Og þetta er ekki loka punkturinn, þið eru að fara að búa til nýjan bíl, eða ekki? Jú, við erum búin að vera núna í vetur að hanna nýjan bíl, svona sem við byggjum svona vissuleiti út frá þessum bíl, þó að séum alltaf allt öðruvísi útliti og allt, en við erum alltaf að bæta hönnunina milli ára og svo munum við fara í það bara núna í vetur að afla styrkja og fjármagns til þess að geta byggt þennan nýja bíl fyrir næsta sumar. Ég spurði strákana hvort þið væru til í að leyfa mér að keyra bílinn og þeir voru til í það. Jó. Kemur skélinn hérna ofan á. Þá er ég komin hérna í bílinn og þá er bara að gera að prófa að keyra. Ég hef aldrei keyrt kappakstursbíl áður. Við erum þarna á stað. Já, tek hérna beygju og hef ekkert fyrir því. Alltaf vera vitlaust. Jæja, ég held ég sé bara góður í bíli. Segjum sem svo að við ætlum að grafa holu alla leiðir til Kína. Væri það mögulega hægt? Frá miðju jarðar og út að yfirborði hennar eru 6.370 kílómetrar. Það er svolítið langt. Innst er að finna kjarnan sem er að mestu úr járni, þá hálfu bráðin bergmöttul og yst jarðskorpuna. Þess vegna segjum við að jörðin sé lagskipt. Innri hluti kjarnans er fastur, en sú staðreynd að ytri hluti kjarnans er bráðinn þýðir að hann flæðir og myndar segulsvið jarðar. Segulsviðið verndar okkur meðal annars fyrir sólvindum, sem er straumur rafagna frá sólinni. Iðustreymi bergbráðinnar í möttlinum knýr plötuhreyfingar jarðskorpunnar og það verður til þess að yfirborð jarðar tekur stöðugum breytingum. Ísland hefur mikla sérstöðu í heiminum, margra hluta vegna. Við eigum alveg ofsalega gott vatn, einstaklega fallegt landslag og svo erum við líka ein hógværasta þjóð í heimi. En það sem er kannski merkilegast við landið okkar er að það liggur á 2 stórum flekum sem eru á sífelldri hreyfingu. Leið mér að útskýra þetta örlítið betur. Ísland situr á flekaskýlum milli 2 meginfleka jarðar. Vesturhluti landsins situr á Norður-Ameríkuflekanum en austfirðir á Evrasíuflekanum. Flekarnir eru á rólegri en stöðugri hreyfingu í sitt hvora áttina og færast 2 sentimetra á ári. Hér er líka heitur reitur sem þýðir ekki gott netsamband, heldur erum við að tala stað þar sem bráð vellur upp úr möttlinum óháð flekaskilunum. Bæði flekaskilin og heiti reiturinn valda eldgosum vegna þess að bráð flyst úr iðrum jarðar til yfirborðsins. Og þá er eins gott að vera ekki nálægt. Allra elstu eldfjöllin á Íslandi eru kulnuð eldfjöll og þau má finna á austasta og vestasta hluta landsins. Á sínum tíma þá voru þetta virk eldfjöll og þá voru þau staðsett á miðju landinu.
þar sem mest gosvirkni. En þar sem landið gliðnar á hverju ári hafa fjöllin smám saman færst frá gosbeltinu og þannig rofnar samband eldfjallanna við uppruna sinn og þau kólna hægt og rólega niður. Elsta berg á Íslandi má finna á Austfjörðum og Vestfjörðum og það 14 til 16 milljón ára gamalt. Það kann að verast hár aldur en í raun Ísland með jarðfræðilega yngstu löndum heims. Jarðskorpunni, ysta lagi jarðarinnar, því sem við göngum á, skipt í meginlandsskorpu sem 40 km þykk að meðaltali og hafsbotnsskorpu sem 7 til 6 km þykk. Árið 1970 ákvað hópur rússneskra vísindamanna að reyna að grafa eins djúpa holu og þeir mögulega gátu. Bara til að sjá hvað myndi gerast. Þeir notuðu reyndar ekki skóflu, þeir notuðu bor. 13 árum og 12.262 metrum síðar þá komust þeir ekki dýpra. Hitinn í jörðinni var orðinn 300 gráður og borinn réð ekki við meira. Þeir voru bara rétt komnir ofan í jarðskorpuna. Nú skulum við kíkja á eitt af fjölmörgum glæsilegum myndböndum sem send voru inn í myndbandakeppnina. Ég heiti Róbert Smári og ég að fara að sýna ykkur eina eldfjallatilraun. Hér ég með matarsóda og ég með eina skeiða matarsóda og ég ætla að setja hana hér ofan í. Hérna ofan í smá heitt vatn. Og líka smá matarlitur. Svo ætla ég að setja nokkra dropa af svona sápu. Það komið þaðan í og svo ætla ég að setja smá svona edik út í. Gáum svo hvað gerist. Þá sjáum við ég eldfjall gjósa. Hvernig fljúga flugvélar? Árið 1890 smíðaði franski verkfræðingurinn Clement Ader vél sem flaug 50 metra fyrir eigin vélarafli en það var ekki hægt að stýra henni. Það hefur mikið vatn runnið til sjávar síðan þá. Það í rauninni alveg hreint ótrúlegt að flugvélar skuli haldast á lofti. Þær eru risastórar, þær eru rosalega þungar og það ætti ekkert að vera þarna uppi. En sjáu þið fuglana. Sumir þeirra eru stórir og feitir og samt geta þeir flogið. Nema þeir séu alveg rosalega latir, þá labba þeir eða taka strætó. Vængir flugvélana sem kom út sitt hvoru megin á vélunum eru þannig í laginu að þeir eru kúptir að ofanverðu. Loftið þarf því að fara lengri leið að ofan þegar það lendir á vængjunum og til verður þrýstingsmunur milli efri og neðri hluta vængjana. Flugvélar haldast á lofti vegna þess að þrýstingur undir vængjunum meiri en þrýstingur ofan á þeim. Áður en flugvélar taka á loft keyra þær eftir malbikuðum löngum flugbrautum á ofsalegum hraða, knúnar sérstöku eldsneyti. Þrýstingsmunurinn á loftinu fyrir neðan væng og ofan vegur á móti þyngd vélarinnar og þegar loftið fer nógu hratt þá lyftist vélin og flýgur eins og stór feitur fugl sem ætlar ekki að taka strætó. Þá þættinum lokið í dag. Takk fyrir að horfa. Ef þið hafið einhverjar spurningar eða viljið senda inn tilraunir, þá skuluð þið senda mér tölvupóst á ævarvísindamaður hjá ruvaff.is eða senda mér venjulegt bréf merkt ævarvísindamaður, Efstaleiti 1, 150 Reykjavík. Munið líka að kíkja á heimasíðu þáttarins ruvaff.is/ævar og svo önnur heimasíða sem ég mæli sérstaklega með en það Vísindavefur Háskóla Íslands, vísindavefur.hi.is. Við sjáumst í næstu viku. Í næsta þætti af Ævari vísindamanni. Ég ætla að kenna ykkur að festa 2 bækur svo rosalega saman að enginn getur losað þær. Ég segi ykkur frá tímabili í sögunni þegar klukkan var ekki neitt. Við skoðum tímaferðalög og svo rannsaka ég hvort að græni kallinn komi fyrr ef maður ýtir oftar á takkann.